Til hvers að gera kennslumyndbönd? Tilgangurinn er að gera kennsluna betri og ekkert annað. Það sem fylgir með ef vel til tekst er að kennsla verður líka auðveldari, þægilegri og skemmtilegri. Það tekur tíma að gera allt kennsluefni og það er ekkert öðruvísi með kennslumyndbönd. Það verður því að vera eitthvað á því að græða fyrir kennarann að gera þau. Afraksturinn verður að vera betri kennsla sem mælist í betri árangri nemenda. Mín persónulega reynsla er að ég kemst yfir töluvert meira efni í verklegri kennslu ef kennslumyndbönd eru til staðar sem sýna nákvæmlega hvernig á að vinna verkefnin og árangur nemenda er miklu betri. Það er vegna þess að nemandi þarf aldrei að bíða eftir að kennarinn hafi tíma til að koma til nemandans til að leiðbeina honum hvernig verkið er unnið. Algengast er að mikil tími fari til spillis á nemendum í verklegu námi þar sem nemandi er bara að bíða eftir að kennarinn hafi tíma til að koma og sýna eða útskýra hvernig á að framkvæma verklega. Sá biðtími hverfur þegar nemandinn getur einfaldlega horft á myndbandsupptöku hvernig verkið er unnið, hvernig verkvarum er beitt og hvernig loka niðurstaðan á að líta út. Nemendur sem þora ekki að spyrja spurninga þurfa þess ekki. Hver og einn nemandi getur skoðað kennslumyndbandið, stoppað, spólað tilbaka eða áfram eftir þörfum. Kennarinn þarf ekki að útskýra sama hlutin aftur og aftur og aftur fyrir nemendum því enginn þeirra er staddur á sama stað eða geta þeirra misjöfn. Það geta allir nemendur farið áfram á sínum hraða. Kennsla í einstaklingsmiðuðu námi og verkefnastýrunámi verður nokkuð sjálfvirk. Kennslan verður ekki verri, kennslan verður betri. Í sumum fögum þar sem kennslumyndbönd eru notuð til stuðnings í öllum verkefnum hefur verið hægt að komast yfir 2-falt til 3-falt meira efni en áður. Fyrir nemanda sem kemst á 2-faldan hraða yfir efnið er sem sagt hægt að komast yfir alltaf 6 sinnum meira efni en notast þar í kennslumyndbönd. Að horfa á kennslumyndbönd hentar samt ekki öllum. Það virðist vera að það 1 af hverjum 10 nemendum þurfi hefðbundna maður á mannkennslu og þá hefur kennarinn næga tíma til þess að sinna þeim nemendum sem á þeim sem þurfa mest aðstoð. Það er verkefni fyrir einhvern í menntavísindum að rannsaka það viðfangsefni nánar. Hvaða hæfni þarf til að gera kennslumyndband? Það þarf enga sérstaka hæfni, eða hvað? Kennarar eru vanir að standa fyrir framan nemendur og tjá sig þannig að það þarf ekkert að æfa það. Margir þurfa þó að slaka á kröfum að sjálfa sig og sætta sig við eigið útlit og framkomu og við þekkjum öll að finna röddin okkar eitthvað skrítin á upptöku. En svona lítum við út og svona hljómum við gagnvart öðrum og það verður bara að fá að vera þannig. Við erum að tala um kennslumyndband. Það sem kennari gefur út opinberað þarf að vera 100% satt og rétt og það er ekkert litlar kröfur. Kennarinn þarf að kunna efni sem hann er að gera myndband og oft verður það ekki til fyrir eftir að hafa kennt efni í nokkur ár með hefðbundnum hætti. Þetta þarf að varast. Númer 1, lélegur undirbúningur, skortur á skipulagi, handrit eða skýr markmið vantar. Og þegar verið er að gera kennslumyndband í verklegum greinum þá fær kennarinn oftast bara 1 tækifæri til að taka upp. 1 mistök og það þarf að byrja aftur á byrjun á verkefni sem tekur marga klukkustundar að gera. Það má sem sagt ekkert klikka. Það er hægt að skrifa einfalt handrit með skref fyrir skref leiðbeiningum og æfa áður en upptaka fer fram. Mjög gott er að nota til dæmis ChatGPT til að hjálpa við gerð handrits. Og það var alveg gerð á þessu myndbandi líka. Það gefur góðan ramma sem þarf að klára að fylla inn í. Passa þurfa upp á höfundaréttarvari efni sé ekki í upptökunni, viljandi eða óviljandi. Tónlist í bakgrunni gerir ekkert kennslumyndband betra og ef það er til dæmis höfundaréttarvari en tónlist í gangi í bakgrunninu þá lokar YouTube sjálfkrafa birtinguna og við getum verið vissum að gervigreindin með finna allt höfundaréttarvari efni fyrir eða síðar. Slæm hljóðgæði. Hávað í bakgrunni, óskýr upptaka eða ójafn hljóðmagn.
Hljóðupptaka er stærsta og erfiðasta atriðið að eiga við. Fáar myndavélar eru með nægilega góðan innbyggðan hljóðnema og fáar tölvur eru með nægilega góðan innbyggðan hljóðnema. Það er því nauðsynlegt að vera svo út hljóðnema sem er nægilega góður. Í stuttu máli standa þekkt merki fyrir sínu, á sama tíma ódýr óþekkt dót skilar oft engu nema lélegum gæðum og alls konar tímafrekum vandamálum. Reyndu að hafa útskýringar eins stuttar og einfaldar og hægt er og skiptu þeim niður í skref, þannig auðvelt sé fyrir áhorfandann að stoppa og halda svo áfram. Nota skjáteksta eða skýringarmyndir eftir þörfum. Ég reyni að tala eins og samblanda Boga Ágústssyni og David Attenborough, skýrt og með hæfilegum hléum, en samt auðvitað bara með minni eigin eðlilegu rödd eins og kennari með tamt að gera. Hljóðnum í hálsmálinu má ekki rekast í skeggbrótana eða eitthvað slíkt og ef hljóðnum er á nálægt munninu þá koma alltaf hljóð eins og sé verið að skyrpa eða þegar það P og T hljóður er sögð. Kemur alltaf eitthvað svona p. Sem sagt koma góðum hljóðnema fyrir hæfilega langt frá og prófa áður en upptaka hefst. Hljóðnemi þarf að vera í gangi á hverri myndavél og helst önnur upptaka að auki. Venjulega þegar ég er að taka upp þá er ég með hljóðtöku á hverri myndavél. Auk þess er ég með sérstakann hljóðtökubúnað sem nota til að taka hljóðið upp. Sem sagt 3 til 5 hljóðupptökur. Oftast nota ég þráðlausan hljóðnema, lavalier, festan í hálsmálið og annað búnað eftir þörfum. Hljóðupptakan á myndavélinum er til vara og ég vel alltaf það bestu. Yfirleitt er að minnsta kosti ein upptaka ónýtt af einhverjum ástæðum, flutninga eitthvað suði sem heitir hvaðan kemur og lágu eitthvað annað við sem ég gáði. Það þarf að muna að setja farsímann einhvers staðar fjarri og slökkva öllum hljóðum í honum. Þegar farsíminn er að hafa samband við næsta fjarskiptamastur, sem gerist nokkuð oft, þá kemur oft eitthvað svona brumm í upptakuna. Sími má alls ekki verið í vasanum og að minnstakosti nokkra mínútur fjarlægð frá upptökubúnaði. Og auðvitað glata þegar sífellt heyrast einhver pinghljóð frá farsímanum eða hann hreinlega hringir í mér í upptöku. Eða flýgur þyrla eða flugulifur er ekkert eða eitthvað annar utanaðkomandi hljóð heyrist, þá stoppar maður bara meðan og heldur svo áfram. Stundum getur verið betra að hafa smá fuglasöng í bakgrunninum en það er bara ákvörðun sem hver einn verður að taka. Þessar upptökur eru yfirleitt ekki eitthvað með stórmerkilegt sjónvarpsefni sem þarf að vera alveg dauðhreinsa af umhverfishljóðum. Og suð af ákveðnu tíðni, til dæmis svona loftræstikerfi eða afsogi á trésmíðaverkstæði ætti að vera hægt að sía frá eftir á í hljóðvinnslunni. Það hafa margar upptökur farið í ruslið þegar komið var úrvinnslu og klippingu þegar í ljós kom að kennarinn er einfaldlega bara ekki að tala nógu skýrt og að endurtaka þar upptökuna. Það er reyndar hægt að lesa hljóð yfir upptökuna eftir á ef hljóð er ómögulegt. Léleg myndgæði. Dökk eða óbjört mynd, hristingur eða slæm myndavélarstaðsetning. Myndavélar þurfa að vera þrífót. Lýsingin þarf að vera góð og einfaldast er að nota upptökubúnað sem er með sjálfvirkan fókus og sjálfvirkt ljósop. Handvirkar stillingar krefst mikillar þjálfunar og þekkingar sem aðeins ljósmyndakennarar ættu að geta kunnað. Þegar myndavélin hefur fókusað að það sem er verið að taka upp þá er oft gott að læsa fókusnum á linsunni ef hægt er, en hann fari ekki á stað og til dæmis hendi fari fyrir linsuna. Nota fleiri en eina myndavél til að taka upp og algengt er að kennarinn fari fyrir myndavélina og þá þarf að klippa yfir annað sjónarhorn. Algengt er að hafa 2 til 3 upptökur í gangi á sama tíma. Hvaða búnað þarf til? Það þarf aðstöðu til að taka upp. Að taka upp vídeó af verkefni tekur langan tíma og upptökubúnað þarf að geta verið á öruggum stað dögum, jafnvel vikum eða mánuðum saman. Myndavélum hefur verið stillt upp og þá má ekki hreyfa þær fyrir myndatökum er lokið og enginn vill að þeim sé stolið. Þetta getur verið stærsta vandamálið og oft lítill skilningur á þörfinni fyrir upptökustúdíó í skólum. Til að gera góð kennslumyndbönd fyrir verklega kennslu þarftu rétta búnaðinn. Hér er listi yfir að helsta. Stórar minnisgeymslur.
Við getum verið að tala í terabætum. Myndbandupptökur innihalda gífurlegt gagnamagn, sérstaklega ef upplýsnin mikil. Hljóðið minna mál að geyma. Myndavélar þurfa minniskort, símar þurfa geymslupláss fyrir gögnin ef hann út af svoleiðis við upptökuna og svo þarf annarkvæmt vinnustæðurinn, skólinn að útvega nægt pláss, til dæmis á OneDrive eða eitthvað staðar. Eða kennarinn þarf sjálfur að eiga öfluga minnisgeymslu til að geyma sín gögn. Persónulega mæli ég með því að nota fáanlega styrki til að kaupa minnisgeymslur eða hreinlega fjármagna þar eigin vasa. Sjálfur ég með minnisgeymslu sem nokkur terabæt til að geyma mínar upptökur, en þar geymi ég afrit af öllu sem ég tekið upp eða að vinna. Myndbands upptökubúnaðurinn er myndavél eða sími, góður snjallsími, spjaldtölva með góðum myndgæðum, til dæmis iPhone eða Samsung getur dugað, en speglaus eða DSLR myndavél veitir betri gæði. Og ef þú ert með myndavél, þá auðveldara að eiga við hluti þar sem þú þarft sérstaklega linsur til að eiga við upptökuna. Þrífótur, hann tryggir að myndin verður stöðug og einnig er gott að hafa stillanlega arma til að festa myndavél yfir vinnusvæðið. Gimbal eða stöðuleika stabilizer, ef þú þarft að hreyfa myndavélina til þess að labba og meðan upptakan fyrir fram. Hljóðbúnaður, góður hljóðnemi eða kragahljóðnemi, lavalier mic, gefur skýrt tal og dregur umhverfis hljóðum. Hljóðupptökutæki eins og Zoom, HR1 eða Tascam, DR05, góð lausn ef þú vilt taka hljóðið sérstaklega og samstilla það síðar. Háavörn, windshield eða popfilter, stundum kallað dead cat, eða vera að taka myndir úti þar sem vindur og það minnkar sem stóðs óæskilega hljóð eins og vind eða öndun. Lýsingabúnaður, hringlýsing, ljós í hringi kringum linsuna, upptökuna, gefur jafna lýsing og dregur úr skuggum. Og svona mjúk ljós, softbox, spotlights, hjálpa til að lýsa svæðið upp á þess að skapa skugga. LED-ljós með stillanlegri birtu hentar vel til að stjórna lýsingun eftir þörfum. Klippiforrit og hugbúnaður fyrir byrjendur, iMovie, Mac, CapCut, FN Video Editor eða Clipchamp fyrir Windows. Fyrir lengra koma Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro eða DaVinci Resolve. Og hugbúnaður fyrir skjáupptökur, OBS Studio eða Camtasia. Ef þú þarft að sýna á skjáin, ég mæli einfaldlega með forritið sem heitir Camtasia frá tæknismiðunum í TechSmith. Forritið hefur hingað til verið ókeypis pröfutíma en annars kostar ekkert mikið að kaupa það. Og það er mjög vinsælt hjá kennurum að nota það forrit. Auka hlutir sem nýtast, fjartenging eða remote shutter, green screen eða grænt tjald fyrir digital upptökur ef þú breyta annað á bakgrunninu og minniskort, stór minniskort og auka rafhlöður í vélina. Ábendingar fyrir góðmyndag, taktu nokkra pröfutökur til að prófa búnaðinn, notaði mismunandi sjónarhorn, til dæmis nærmyndir á höndum ef verið að vinna með verkfæri. Tryggðu að bakgrunnur sé snyrtilegur og ekki truflandi. Vertu með góð hljóðgæði, skýr rödd mikilvægari en fullkomin mynd. Það samt ekki nauðsynlegt að hafa allan á búnað. Venjuleg snjallsími nóg til að byrja að prófa sig áfram og ég nota hann oft sjálfur í einfaldar upptökur, sérstaklega þar sem að fara ókliftari sýningu. Ekki láta skort á búnaði standa í vegi fyrir að byrja. Byrjaðu bara, svo lærið á reynslunni og finna út hvað búnaði þú vilt bæta við. Að lokum þarf stað til að geyma myndböndin og birta þau. Ég hef notað YouTube einfaldlega vegna þess að það er nægilega aðgengilegt fyrir nemendur og mig sjálfan. Ég á þá vona á að skóla fara að koma sér upp eigin svæðum til að geyma og spila kennsluefni frá. Hvernig er ferlið? Undirbúningur fyrir upptöku tekur alltaf töluvert lengri tíma en búist var við. Það þarf að stilla upp myndavélum og hljóðupptökubúnaði og fyrir upptöku á þessu verki hérna væri 20 klukkustundir að undirbúa upptökuna. Bara í undirbúning.
Síðan fór allt vetrarfrí mitt í upptöku og vinnslu. Það þarf að finna til allt efni sem á að nota inn í verklega verkefni, það þarf að taka til öll verkfæri sem á að nota og það þarf að byrja á að gera minnst eina æfingu áður. 3 mildahælar, 1 í miðjunni, 1 hægra megin og 1 vinstra megin, hljóðupptaka á þeim öllum og í hálsmálinu. Kveikja á öllum upptækjunum, bæði hljóð og mynd og bara byrja. Og hafa alltaf það sama í huga. Tala skýrt og ekki vera fyrir myndavélinni.